takk fyrir það. Yfir. Já, ég ætla sem sagt að fjalla hérna stafræn fótspor og dulkóðunar mýtur. Já, þetta ekki þjálasti fyrirlesturinn á planinu. En já, af því að sko, við lifum núna á þeirri öld að getur enginn fylgst með neinum að vera lík í símanum, sko, þá settum við upp svona 3 þrautir hérna í kennsluvettvangnum okkar. Þannig að ef að þið sónið út, þá getið þið líka leikið ykkur í þrautunum, og þetta líka fyrir svona introvertana á eftir í kokteilnum, sko. Ég sá það fullt af hotnum inn úti sem er hægt að fara út í. Þannig að endilega þetta kemur upp aftur. En já, gögn. Þetta svona tuggan sem við heyrum svolítið með öryggi gagna. Það er alltaf hverju safnað, hvar eru þau geymd, hvert eru þau send, og þetta er það sem við heyrum alltaf, og þetta er alveg rétt að sér, fullkomlega rétt að sér, og þetta er alveg 100% hluti sem þarf að hafa í huga. En það sem ég ætla svolítið að fókusa á í dag eru þessir hagsmunahópar. Það er að segja að það er ekki bara tæknifólkið sem er að skópla gögnunum úr öpunum í gagnagrönnuna, heldur eru líka lögfræðingarnir sem eru að sjá að gera vinnsluskrárnar og allt það. Og svo núna með NIS2 og DORA eru stjórnendur komnir orðnir persónulega ábyrgir fyrir alls konar hlutum þegar kemur að öryggi gagna. En eru að tala sama tungumálið. Og tökum hérna eitt dæmi, og þetta er flest, ef ekki öll dæmin eru raunveruleg. Í huga sumra, þegar ég sendi tölvupóst, þá gerist það einhvern veginn svona. Að ég skrifa tölvupóstinn, svo fer hann bara svona eitthvað út í kosmósið, svo endar hann á tölvunni hjá móttakanda. En við náttúrulega, af því að við erum náttúrulega hérna megin í herberginu, þekkjum það náttúrulega að þetta er miklu, miklu flóknara dæmi. Við skrifum einhvern tölvupóst, hann endar á einhverjum server út í bæ, hann náttúrulega speglaður út allt. Þaðan fer hann á einhvern server hjá móttakandanum, hann er að sjálfsögðu líka speglaður út allt, og endar svo náttúrulega hjá móttakandanum. Það verið sjá að við erum búin að dreifa gögnunum þarna í öll heimshorn, og svo náttúrulega sjálfsögðu við erum tekið backup af þessu öllu saman út allan heim líka, og þau þurfa ekkert að vera tengd. Þannig að ef einhver uppgötvar, heyrðu, nei, ég ætla ekki að senda þetta, og reynir að eyða ykkur, þá, hverfur hann kannski á einhverjum stöðum, en gögnin lifa áfram allt. Þannig að það er mikilvægt að það séu allir með rétta mynd í huganum af því hvernig gögn ferðast og hvernig þau hafa sér. Þannig af hverju er þetta merkilegt? Náttúrulega fyrir ekki tæknifólkið, það er að segja lögfræðingarna og stjórnendurna og fleiri, þá náttúrulega er það, þetta er það fólk sem að skrifa persónuverndarstefnuna, vinnsluskrár, er með einhverja stefnumótun, þannig ef þetta fólk er ekki með á hreinu hvað gögnin gera og hvernig þau fara, þá er ekki hægt að taka upplýstar ákvarðanir með þessi mál. En það er líka, og talandi sem tæknimaður sem nennir ekki að hlusta á hinn hópinn, það er líka mikilvægt að við hlustum á hinn hópinn, því að það er alltaf að aukast öll lög sem að tengjast upplýsingatækni, og þeim fer bara að fjölga, til að byrja með GDPR, svo er það NIS, DORA og allt þetta dót. Og við getum ekki lengur bara að setja út í hornið og bara, nei, ég ætla bara að gera þetta svona. Við verðum líka að hlusta á ekki tæknifólki. Og það snýst það hverju megum við safna, hvert má senda gögn, og það sem við kallum, það sem að lögfræðingarnir hugsa mikið núna, sem er vinnsla. Það ætla aðeins að tala meira vinnslu. Það er ennþá át, sko, ef þau eru hrædd, en það er að koma lögfræði glæra, og hún verður bara stutt, sko. En já, í lögum persónuvernd þá er vinnsla skilgreind sem öll þessi snertingu gögn, sem við söfnum, skrá, flokka, miðla, allt þetta dót. En svona í stuttu máli þýðir þetta bara að ef að eitthvað kerfi hefur aðgang á gögnunum, skiptir ekki máli hvort það er í stuttan tíma, hvort það er í langan tíma, þá telst það vinnsla. Þannig að tökum dæmi, og þetta er raunverulegt dæmi, byggt á sannsögu. Það er þess lögfræðistofa sem að vill láta gera fyrir sig heimasíðu, og það er náttúrulega eins og við þekkjum í okkar heimi, það er alltaf eitthvað kúreki, sko, þegar maður kemur. Bara, já, þetta er ekkert mál, við hendum bara upp frá WordPress-grunni og það er bara MySQL-indir. Þetta er í fínu lagi. Það er náttúrulega ekkert merkilegt á þessari síðu, það er bara þjónustu
þjónustuframboðið, það eru myndir af öllum sætulögfræðingurum og allt svoleiðis, þannig að þetta bara á 400 skall, rosa flott, bara græjum þetta. Svo kemur einhver á fundi, heyrðu, þannig allar flottu lögfræðinstofurnar, þær eru með svona að hafa samband. Já, bætum því við bara og það er eitthvað WordPress plugin og það sem að lögfræðingarnir átta sig kannski ekki á er að þegar einhver slæðir eitthvað inn í formið, þá endar það á servernum og endar sem e-mail, þannig að frá sjónarhóli lögfræðingsins þá fær hann bara eitthvað e-mail, það er eitthvað að hafa samband, það er alltaf rosa flott. En gögnin náttúrulega bara endið í einhvern gagnagrunni hjá einhverju WordPress plugin og enginn er að spá í neitt. En það sem að gerðist þarna er að þá er enginn sem áttaði sig á neinu. Og þetta er raunverulegt samtal sem ég hef átt við lögfræðing, er að kúrvegarnir voru ekkert að spá í hvort það var að vinna gögn eða ekki og lögfræðingarnir höfðu ekki hugmynd hvað var að gerast bak við tjöldin. Þannig að þeir voru einhvern veginn orðnir vinnsluaðilar án þess að neinn áttaði sig á því. Og við áttum okkur líka á því að þeir eru ekki vinnsluaðilar bara því að gögnin eru geymd í gagnagrunni, það er náttúrulega urðu vinnsluaðilar leið og gögnin enduðu á servernum. En það að gögnin hafa endað líka í gagnagrunni er bara svona rúsínan í vinslu endanum. Úff, ja. Takk. En tæknimennirnir, tæknifólki, við erum náttúrulega, við erum svo æðislega, við gerum ekki svona mistök, það. Jú, við gerum það fullu. Segjum að ég ætla að setja upp þessa fínu heimasíðu fyrir Ambögu og ég fekk server út í bæ og ég ætla að stilla einhverja DNS-færslu hjá Cloudflare. Bæði ekkert eitthvað heit á Cloudflare, það er bara svona að þetta sýnir punktið minn rosalega vel. En já, ég stilli einhverja DNS-færslu og svona merkt DNS only og hvað gerist þá? Jú, ef ég spyr DNS-þjónum minn amba.is þá einhvern veginn endar það hjá Cloudflare og svarið kemur tilbaka, jú, amba.is er á þessari IP-tölu, ég fer þangað, rosa flott. En svo sé ég heyrðu það er að hafa þetta proxy, hvað er það? Ég fer að lesa docs og bara já, ok, ég var fyrir DDoS og alls konar þetta er kassa, þetta er flott og svo fer ég á Reddit og það er bara, þú ert bara eiginlega kjánaprikka, þú ert ekki með kveikt á þessu og svo er eflaust einhver á launaskrá hjá Cloudflare búin að skrifa pistilinn þetta, þannig að þetta lítur rosalega vel út og vissulega allt raunverulega réttir kostir sem er verið að minnast á en það sem við þurfum að hafa í huga þegar við kveikjum að þessum fítus er að þegar ég bið DNS-færslu fyrir amba.is þá fæ ég ekki lengur minn server, heldur fæ ég eitthvað server hjá Cloudflare sem þýðir að gögnin mín fari gegnum Cloudflare og enda svo hjá mér í gegnum það sem við köllum þá reverse proxy. Og þannig að það sem að gerðist þarna er, það er að útskýra aðeins eitt fyrst, vefsel er proxy á íslensku, þannig að reverse proxy hlýtur það að vera lesfef. Þannig að ef ykkur er frá tölvuorðasafninu þá endilega bara bæta við. En Cloudflare sem lesfef þá getur þá skoðað alla umferð sem fer í gegnum þjónin. Og það þýðir ekki að það sé slæmt, það þýðir heldur ekki að sé gott, það þýðir bara eins og allir sem í ráðgjöf segja alltaf it depends. En eina sem við þurfum bara að hafa í huga þarna er að Cloudflare er orðin undirvinnsluaðili. Það er það sem skiptir mestu máli. Annað sem við gerum svolítið segum er að við kannski hendum viðkvæmum upplýsingum í logga og svo hugsaum við, það er náttúrulega gott að vera bara með eitthvað SaaS-lausn í loggunum og þá er náttúrulega bjóðum við nýja vinnsluaðila velkomna í hópinn eins og logmanager eða Vibras eða monitoring tool. En þetta er eitt sem að lögin eru nokkuð svona skýrum að við ættum þarna að notast við eitthvað sem að heita kalla gerviauðkenni eða pseudonymization. Af því að það er þessi innbyggða persónuvernd sem að GDPR talar og ég hef sett fyrir svona side note að hashing á auðkenni, að þetta er mjög algeng svona mýta, þetta er svona fyrsta dulkóðunarmýtan sem var bara svona eiginlega smá bónus dulkóðunarmýta, en hashing er ekki anonymous,
er ekki pseudonymization. Og vill svo skemmtilega til að það er akkurat verkefni úr því hérna í ein þraut sem að snýst það. En ef að ég nota gerviauðkenni, er þá logmanagerinn minn, eða er þessi þriðji aðili ennþá vinnsluaðili? Sko, samkvæmt ströngustu túlkun GDPR þá já, en mér svona lögfróðari menn segja að það sé að falla dómar núna sem segja nei, en það myndi heimurinn ekki ganga upp ef það væri. Augljóslega ef við skiptum út kennitölum fyrir eitthvað auðkenni sem bara við vitum, þá augljóslega eru þessi gögn svo gott sem nafnlaus. En já, svo kemur þetta hérna. Getum við ekki bara notað dulkóðan eitthvað? Og þetta heyrum við svo oft. Og já, ef við erum að missa ykkur ennþá, þá eru þrautirnar á sínum stað. En dulkóðan er svona jafn misskilið fyrirbæri og það er ofnotað í orðræðu. En dulkóðan er frábær í því sem hún gerir, leysir suma hluti ofboðslega vel, en hún er tæknilega flókið fyrirbæri og stundum brothætt. En það er mikilvægt að það þarf að beita henni með skýran tilgang í huga og eitthvað áhættumat. Það er að við erum að hugsa um einhverja árás og við ætlum að verjast henni. En dulkóðun er ekki, og það sem maður heyrir oft, það lágu ykkur gögn. Hvað voru þeir ekki dulkóðuð? Veit ekki hvers vegna maður heyrt þetta og þetta meikar engan sens. En já, það er þess að dulkóðun er ekki bara svona töfraduft sem við stráum bara yfir eitthvað og leysum vandamál þannig. Nú vil ég of einfalda dulkóðun. En já, ef við þurfum að útskýra þetta fyrir einhverju svona ekki tæknifólki, þá er þetta þegar við fáum svo glæra lánaðar. Þannig að dulkóðun í rauninni snýst ekkert um annað að við erum með gögn og við erum með eitthvað lykil og þessi lykil getur breytt gögnunum í eitthvað svona læstan kassa. Ef allt gengur óskum, ef ekkert svona hefur klikkað í ferlinu, þá getur ekkert opnað þennan kassa nema lykilinn sem á að geta. Og dulkóðunin kemur í svona tveimur bragðtegundum, það er þá ósamhverf og í því tilfelli er einn lykil sem að dulkóðar, sem er þá dreifilykillinn, og annar lykill sem að dulræður, sem er þá einkalykillinn, eða private key. Og svo er líka sú bragðtegund þar sem við erum bara með sama lykil sem að sinnir báðum hlutverkum, það er að segja dulkóðar og dulræður. Í sjálfu sér engin annar munur þarna, bara mismunandi notagildi. En það sem er mikilvægast að hafa í huga, að þetta er bæði í tæknilegum skilningi og í lagalegum skilningi, að aðgangur að lykli, að það er að segja einkalykli þegar það er á við, og dulkóðugögnunum er bara nákvæmlega sama og að hafa aðgang að gögnunum. Það skiptir engu máli. Það þýðir ekki svona, kemur þegar eftir. Já, ætli þar yfir þessi þrjú helstu svið þar sem að dulkóðun er beitt. Og það er fyrsta sem við sjáum, það er náttúrulega allir sem að pósta þessu á sem að vera eitthvað svona öryggi, það er alltaf encryption in transit. Þannig að hvað þýðir það í raun og veru? Jú, hérna erum við, ímyndum okkur með HTTP, við erum ekki að tala HTTPS, þá myndi það fara þannig fram að við tökum eitthvað gögn af tölvunum okkar, þau eru sendið yfir vírinn, sem er náttúrulega margir vírar, en þau eru sendt ódulkóðuð yfir vírinn, þannig að ef ykkur eru á sama net og ég, sama Wi-Fi, sama neti og svo, það er hægt að gera það á annan hátt, en á öllum stöðum það sem er hægt að komast inn í þessi samskipti er bara hægt að sjá nákvæmlega hvað ég er að senda yfir vírinn. Þannig að dulkóðun hérna in transit eða dulkóðu samskipti í þessu samhengi þýða þá að serverinn auglýsir eitthvað public lykil eða dreifilykil sem að ég nota til þess að dulkóða þetta halló mitt. Það er sendið yfir vírinn, en af því að einkalykillinn er náttúrulega á ekki að vera opinber, þá skiptir ekki máli þó einhver geti fylgst með þessum samskiptum. Það hefur engin áhrif því að þessi gögn verða ekki dulráðin eða með þessum lykli. Þannig að áhættumatið sem við erum að vinna með í dulkóðum samskiptum er bara að gögnin komist yfir vírinn óáreitt. Það er að gögnin komist yfir vírinn á þess að neitt geti lesið. En eins og með Cloudflare, en já, það er mikilvægt að hafa það í huga þar. Bara á boðleiðinni, en það segir ekkert um endapunktana. Þannig að eins og með Cloudflare dæmið áðan,
að jú, gögnin eru náttúrulega dulkóðuð, þú veist, Cloudflare mun bjóða þér upp á eitthvað skírteini, þannig að þau eru dulkóðuð þangað til þau koma þangað og svo eru þau bara dulkóðuð aftur á leiðinni til mín. Þannig að við þurfum líka að hafa í huga þessar takmarkanir, að encryption in transit þýðir transit, það þýðir ekki punktarnir á milli. Svo er það dulkóðun í hvíld eða encryption at rest og áhættumatið þar er svona 99,9% að ef ykkur kemst við vélbúnað hjá okkur sem inniheldur gögn þá á hann ekki að komast í þau. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir náttúrulega fartölvur, USB-lykla, allt sem er auðvelt að stela en augljóslega líka hýsingar. Það hefur gerst að hýsingaraðilar hafa selt bara gamla harðadiska sem er bara við þurfum ekki á þess að halda, við getum grætt á pening og þannig hafa bara gögn lekið út. Þannig að það er þetta er vissulega mikilvægt, en við þurfum samt að hafa í huga hvað þetta þýðir. Þannig að ef ykkur sjáu ykkur svona auglýsingu gagnagrunnur okkar, hann er dulkóðað með 256 bit AES, GSM dulkóðin. Það er svo best þegar menn fara að stafa út líka skammstafirnar. En svo erum við 99% uppitíma. En það þýðir að kerfin okkar er aldrei í hvíld. Þannig að það þýðir að gagnagrunnur er dulkóðaður 1 klukkustund á ári. En það er bara þannig sem kerfið er hannað. Það er 1 klukkustundin sem skiptir máli. En svona, ef að ímyndum okkur aftur kúrekana. Segjum að kúrekarnir ætluðu að leysa þetta, bara eitthvað, við viljum ekki vera vinnsluaðili og nú ætlum að dulkóða. Bara beita dulkóðun, dulkóðun at rest. Þannig að núna þegar ég sendi ykkur skilaboð á serverinn, þá segja þeir ok, nú bara dulkóðið leið. Ég lofa lítið ekki, og svo setjum við bara dulkóðuð í grunninn. Og núna sé ég ekki neitt. Og þetta er líka annað raunverulegt dæmi sem við höfum séð, þar sem menn hafa þóst ekki vera að vinna gögn bara af því að þeir dulkóðuðu og svo bara dulkóðun er geymt hjá okkur og það getur enginn lesið. Svo kannski bara sóttu aftur, þú veist seinna. Þannig að þetta virkar ekki, að þykjast bara að setja hendurnar fyrir augun og segja bara ég sé ekkert þessi gögn. Það í skilningi lagana og náttúrulega í tæknilegu skilningi þýðir ekki að þú sért ekki vinnsluaðili. En ef við horfum líka á þetta bara út frá heimi hakkarans, það er að segja að þegar vissulega erum að þegar ég sagði þannig að við varum að verja fyrir að vera að stela hardveri, en nú er þetta búið að verja gagnagrunn. Eða ef ég ræðist beint á gagnagrunn þá er vissulega búið að á vissan hátt takmarka áhrif þeirrar árásar. En ef ég horfa á þetta sem einhver sem vill komast í þessu gögn sem er að fara hérna á milli, hvar eru líklegustu staðirnir sem ég myndi ráðast á? Jú, það er náttúrulega annarkvort bara endanotandinn, að ég reyna að fishja hann eða reyna að koma einhverju óværu inn á tölvuna hans, þegar það er náttúrulega augljóslega allt ódulkóðað þar. Eða serverinn sem er bara opinn út á internetið. Ólíklegasti staðurinn fyrir mig að ráðast á er gagnagrunninn sem er líklegast lokað á einhverju lokuðu neti, bak við einhvern eldvegg, bara með tengingu við þennan server. Þannig að við þurfum líka að hugsa þetta að þessi dulkóðun þarna, hún skilar rosalega litlu í vörnum gegn einhverjum árásum. Og skilar náttúrulega engu þegar kemur að þykjast vera ekki vinnsluaðili. Og svo er það síðasta sem við erum að tala um, að þetta er svona stærsti bitinn. Það er að segja dulkóðun enda á milli. Og dulkóðun enda á milli þýðir bara að óviðkomandi á ekki komast í upplýsingar á milli upphafspunkts og endapunkts. Og hvað upphafspunktur og endapunktur er bara eitthvað sem við verðum að skilgreina sjálf. Og tökum dæmið þar sem upphafspunktur og endapunkturinn er svo sami. Það er að segjum bara ég er með rosalega mikið myndum sem ég langar að geyma í Google Drive-inu mínu, en mér langar ekki að Google geti skoða myndina mínar, bara fyrir mig. Þannig að það sem ég geri, ég dulkóða þær, geymi þær bara í Google Drive. Svo þegar ég langar að skoða einhverjar gamlar myndir, þá tek ég tilbaka og dulræði þær. Og þetta er í fínu lagi, það er ekkert að þessu, þetta er bara rosalega fínt, en það eru líka svona ákveðnir ókostir sem að fylgja þessu. Og einn af þeim er að dulkóðun snýst náttúrulega að öllu leyti lyklana. Þannig að ef ég týni lyklinu mínum, þá
þá er ég búinn að tína öllum gögnunum. Það var bara eins og ég hent bara harðadisknum í ruslið. Af því að það er engin þá leið fyrir mig að opna þessi gögn. Þó að Google sé að geyma samviskusamlega allar myndirnar mínar, þá get ég ekki opnað þær. Þannig að það eru kostir og gallar sem fylgja þessu. Já, gleymdi að gera leiðan. Ef við vildum raunverulega leyfa kúrekunum að vera ekki vinnsluaðilar, þá getum við gert það svona að þegar gögn eru slegin inn í formið, þá getum við dulkóðað þau í vafranum með þá einhverjum lykli frá servernum, eða einhverjum lykli sem er auglýstur, PGP-lykli eða eitthvað svoleiðis, dulkóðað, sent það á serverinn og sent það svo til lögfræðingana, en þá voru lögfræðingurinn að vera með lykilinn. Lykillinn má náttúrulega augljóslega ekki vera undir stjórn kúrekana. Í þessu tilfelli getur við sagst ekki vera vinnsluaðilar, en downside er að þið þurftu að reyna að láta lögfræðingar nota PGP-lykla. Ef einhverjum tekst það þá megið senda mér e-mail. Þannig að það er náttúrulega dulkóðun enda á milli notuð í helling. Þetta er orðið mjög vinsælt náttúrulega í skilabúðum, komið inn í Messenger, WhatsApp, Signal, allt þetta dót. Náttúrulega það er komin póstur og svo líka, það er til svona encrypted drive líka. En af hverju erum við ekki alltaf að nota þetta? Þetta getur verið rosalega gott tól og mætti mögulega vera að nota á fleiri stöðum undir ákveðnum kringumstæðum, en þetta oft krefst einhverjar tæknilegar þekkingar. Þetta er oft erum við að fórna svona því að allir þekki hérna inn í herbygginu að fólk vil vallan fara að nota two-factor að hugsa eitthvað svona key management eða eitthvað þannig, þið getið ímyndað eitthvað það, og líka að útskýra fyrir fólki bara lykillinn er farinn, gögnin eru farin, það er ekki gaman. En það eru náttúrulega alls konar, þetta er bara kostur og gallar. Og já, einmitt lykilatriði, eins og ég fór hérna yfir allar þessar þjónustu sem að bjóða upp á dulkóðun enda á milli, það var alltaf svona einhver rauður eða einhver svona stór kassi sem varar mann við. Ef þú týnir lyklinum þá eru gögnin farin. Þetta var Proton, þetta var WhatsApp, allt þetta dót. Bara, ef þú gleymi, það er alltaf svarið bara, já, þá er bara gögnin farin. En já, eitt svona gott sanity check sem hægt er að taka á ef einhver segist vera með dulkóðun, af því að það er rosalega algengt að menn séu svona að feika þetta, að ef að þú getur endurheimt gögn án þess að án þess að gefa frá þér eitthvað lykil eða lykilorð, þá er í rauninni ekki raunverulega dulkóðun enda á milli að ræða. En já, nú styttist í kottininn, þá er þetta að sé einn á milli. Þá maður lókaði bara að taka þetta svona saman á lókum. Það er ekkert einfalt þegar kemur að geymslu og flutningi gagna. Þetta er alltaf að vera flóknara og flóknara með regluverki, með nýrri tækni. Við þurfum að vera mjög meðvituð hvað við erum að geyma og senda og vinna, sérstaklega sem tæknifólk. Dulkóðun er vissulega öflugt tól og hægt að nýta í mörgu af þessu, en við þurfum samt að þekkja takmörkin. Og svona kannski já, rauði þráðurinn er að það er bara mjög mikilvægt að allir að efla samskipti milli þessara hópa, og ég þekki það, ég tala við lögfræðinga, þetta er svona, en á alls samanskapi þeim við erum algjörir hálfvita þegar kemur að þegar kemur að þeirra heimi, þannig að þetta er bara svona, tekur smá þolinmæði, en þetta er bara svo mikilvægt til að allir nái þessari heildarmynd, að allir skilji hvað við erum að tala. En takk fyrir mig.